og velkomin, góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Eiríki Bergmann Einarssyni, Kristrúnu Heimisdóttur, Styrmi Gunnarsyni og Gunnari Smára Egilssyni. Fáum eftir Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins og loks Kristinn R. Ólafsson sem Íslendinga best að sér málefni Spánar. Það náttúrulega gríðarlega miklir og sögulegir atburðir í Katalóníu í dag og að sumu leyti ógnvænlegir. Hann að fylgjast með því. Kristinn, við ætlum að byrja á, við tölum náttúrulega hér kosningar á Íslandi sem eftir, það er innan við mánuður, núna 28 dagar. Finnst ykkur, sko þetta er náttúrulega mjög sumu leyti áhugaverðar kosningar, þarna eru komin til dæmis 2 ný framboð sem bæði virðast vera í bullandi séns að ná inn á þing og svo erum við með náttúrulega framboð sem komu fram síðast og það er sumu leyti eins og útsláttakeppni. Það eru einhverjir sem munu væntanlega detta út, er það ekki Eiríkur? Jú, þetta botnbaráttan það sem langmest spennandi við þessar kosningar. Við erum með Sjálfstæðisflokk, VG og svo dvergana 7 og einhver þeirra mun detta út. Þetta er einfalt reikningsdæmi, við erum með 63 þingmenn, við erum með 6 kjördæmi og 5% þröskuld fyrir uppbótarsæti sem eru takmörkuð auðlind. Það er ekkert pláss fyrir 9 flokka inn í þessu kerfi nema bara með einhverjum verulegum herkjum. Þannig að af þessum flokkum 9 núna sem geta mælst nálægt í eiga möguleika hljóta 2 sirka að detta út. Þannig að þetta er útsláttakeppni sem við stöndum frammi fyrir og þetta er algjör umbylting á því flokkakerfi sem við höfum búið við lengst af í bara nútíma stjórnmálum á Íslandi og við erum ennþá bara að reyna að fóta okkur í því umhverfi. Hverjir myndu nú halda að detta út? Það fer nú stjórnmálafræðingum illa að spá, sérstaklega framtíðina. Við erum ennþá að reyna að spá fyrir hvað gerðist í fortíðinni. En mælingarnar sýna það auðvitað að björt framtíð á erfitt uppdráttar, Viðreisn getur verið í baráttu og svo náttúrulega togar miðflokkur Sigmundar Davíðs Framsóknarflokkinn niður og ég tók eftir því að Lilja Alfreðsdóttir talaði að þetta væri nú bara nokkuð gott því að þá myndu Framsóknarflokkarnir 2, miðflokkurinn og Framsóknarflokkurinn fá samanlagt meira fylgi heldur en við ringju annars. En hvað þeir báðir falla undir þröskuld og detta bara út? Hvað þá? Þá ekki Framsóknarflokkur. Kristún, hvernig finnst þér bara þessar kosningar, hvernig aðdraganda þeirra, hvernig þær verða til og þetta er kannski spurning, hversu sterkt ákall var þetta kosningar? Þetta er náttúrulega, Eiríkur var að lýsa hérna breytingu á okkar flokkakerfi og það er auðvitað vandinn sá á Íslandi að það er hin pólitíska krísa sem hefur verið langvinnust hér hjá okkur eftir hrunið. Það er hún sem hefur verið langdýpst og það er auðvitað uggvænlegt fyrir samfélag þegar kerfin hætta að geta skilað niðurstöðum. Pólitíkin á Íslandi hefur mér fundist einkennast af því mest af öllu undanfarin misseri og kannski ár að stjórnmálamenn geta talað ýmislegt en þeir eiga mjög erfitt með að hrinda nokkru framkvæmd. Það gerist ákaflega lítið. Og það er bara, ég held að stjórnmálafræðingar ættu beinast að vinna að búa til rannsókn til þess að geta skoða þetta atriði. Og við sjáum bara mál, náttúrulega, heilbrigðismál og húsnæðismál getur bara verið svona sýnidæmi þetta. Að fólk talar allt mögulegt og það eru búnar til undirskriftasafnanir sem sýna afstöðu almennings í landinu. En stjórnmálin eru ófær að skila niðurstöðu. Og fyrir því eru ástæður, fyrir því eru mikil bara óyndi fólksins sem inn í þinghúsinu. Því bara líður illa, það er lítið traust á milli manna, það má enginn semja neitt. Það er rauninni orðið bannað í íslensku stjórnmálum að gera málamiðlanir, en það verður að gera málamiðlanir. Þannig að það er eina leiðin til að koma hlutum í framkvæmd. Og þetta allt saman skapar ennþá meiri frústrasjón hjá almenningi og óánægju og óyndi í pólitíkinni. Það er auðvitað það einsdæmi og getur ekki verið fordæmi til lengdar að ríkisstjórn sé slitið svona á augabragði eins og þarna var gert. Þó ég skilji hins vegar af hverju það vegna þess að málefnið svo risastórt í íslensku samfélagi. Við höfum haft einhver stærstu mótmælagöngur sem bara þekkjast af Íslandi eru druslugangan. Og þetta kvennfrelsis bylgja sem
sem er eins og gos og sprungunni sem notið hugtak frá Sigríði Dónu Kristmundsdóttur. Það var það sem var bakgrunnurinn á þessu, sko, það er undiraldan. En aðferðafræðin hins vegar að hún getur ekki orðið fordæmi fyrir ríkisstjórn á Íslandi, allra síst á þeim tímum sem við lifum núna, sem við erum umkringd óvissu. Við getum verið með ríkisstjórn sem það taka afstöðu til, ég var hérna síðast þessum sjónvarpssal á hérna kosningakvöldin í Bandaríkjunum. Og þá sat ég hérna og sagði að ég hefði rosalega áhyggjur af því að Donald Trump geti unnið. Og ég bara rifist upp fyrir mig núna þess að ég sit hérna bara. Og ég akkur segi þetta vegna þess að hann var í Sameinuðu þjóðunum fyrir viku eða eitthvað að tala beinlínis úr ræðustól hérna þingsins, allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna gjöreyðingu ríkis. Sko við lifum tíma sem ekkert venjulegir. Og íslensk ríkisstjórn getur þurft að standa frammi fyrir því að taka afstöðu í einhverjum málefnum sem við hefum bara aldrei horfst í augu við í áður. Hildarleik, en það er þetta sem hérna Kristrún er að tala það óyndi og náttúrulega þessi mikli óstöðuleiki sem hefur staðið yfir, við erum ennþá í stjórnmálunum frá því í hruninu. Já, ég er alveg sammála Kristrúnu í þessu mati hennar á þessari stöðu að við erum ennþá í pólitískri kreppu eftir hrunið. Við erum búin að ná okkur efnahagslega upp úr hérna afleiðingum hrunsins en ekki pólitískt. Og af hverju? Ég held að ástæðan sé í grundvallaratriðinu sú að flokkarnir, og þá er ég fyrst og fremst að tala Sjálfstæðisflokkinn, hann hefur ekki gert upp hrunið í sínum hérna, sem sagt, á sínum vettvangi. Og þegar ég er að tala að gera upp hrunið, þá er ég ekki að tala eitthvað uppgjör í sambandi við einstaklinga, ég er að tala málefnalegt uppgjör. Hvað var það sem var gert á hérna, árunum fyrir hrun, eða kannski 2 áratugum fyrir hrun, sem gekk upp og hvað gekk ekki upp. Það voru margvíslega breytingar sem urðu í okkar atvinnu og viðskiptalífi, sumt að því gekk upp, annað gekk ekki upp. Mér hefði fundist að Sjálfstæðisflokkurinn hefði þurft að ræða þetta á sínu vettvangi, bara ræða það málefnalega, rökræða það og gera það upp með einhverjum hættu og komast að einhverju niðurstöðu. Ég held að þetta sé og þegar ég tala Sjálfstæðisflokkinn þá þetta hægt að segja það sama aðra flokka. Ég meina þetta að segja það sama Samfylkinguna sem átti aðild að ríkisstjórn frá vorinu 2007. Það hægt að segja það sama Framsóknarflokkinn sem átti aðild að ríkisstjórnum fyrr á þessu tímabili og þess vegna hérna sem sagt náttúrulega Alþýðuflokkurinn á fyrsta kjörtímabili 10. áratugarins en vegna þess að þetta hefur ekki verið gert að þá er þessi óánægja og þessi reiði og þetta óyndi sem að Kristrún er að tala og ég er algjörlega sammála hennar mati að þessu. Smári, hvað heldur að koma út úr þessum kosningum? Ekki neitt. Ég verður bara að horfa á, við getum kallað það bara svona niðurbrot stjórnmálanna, þau eru enn í gangi, hrunið er enn, það er ennþá að hrynja úr þessu. Og einhver leyti er kannski ástæðan að, er ekki sagt að þessi til eitthvað á ensku sem er svona perfect storm, það kemur svona margt saman í þessu. Það liggur hluti af skýringunni í breytingu á kjördæmakerfinu sem er leiðilegt að vera bent á. En það veldur því að við erum að fara í tímabil þar sem er rúmast fleiri flokkar heldur en áður höfðu verið. Þannig að það er sundrungarafl svona inn í kerfinu sjálfu. Það er auðveldara núna fyrir til dæmis Sigmund Davíð að fara út úr Framsókn heldur en það var kannski 1980 eitthvað slíkt. Það var í gangi þegar hrunið kemur. Hrunið veldur náttúrulega algjöru svona að stjórnmálin missa svona, er ekki kallað svona lögmæti sitt, að fólk bara missir algjörlega trú á því. Vegna veikleika og sem að togar í þau þá eiga þau í erfiðleikum með að endur skapa sig, sækja nýjan stuðning og svo má ekki gleyma því að hrunið var ekki bara út af einhverju svona bommertum heldur það niðurstaða 30 ára tímabil sem hefur verið kennt við nýfrjálshyggjunnar. Það sem er ekki minni afgerð og verður miklu meiri afgerandi breyting á Vesturlöndum heldur en og kallar á meiri endurskoðun stjórnmálanna heldur en hrun Sovét 89. Og þegar flokkarnir eru svona veikir að það náðir ekki að taka inn þær breytingar sem eiga sér stað á Íslandi og raunverulega öll Vesturlönd
og það sem að Styrmir er að taka dæmi að núna er Sjálfstæðisflokkurinn sem er bara svo veikur, hann nær ekki að gera uppgjör við þennan tíma til þess að eiga eitthvað erindi inn í nýjan heim. Almenningur allur er meira og minna komin inn í eitthvað nýtt umhverfi, komin með aðra væntingar, gera aðra kröfur til stjórnmálanna sem að stjórnmálastéttin, ef maður má vera svo leiðilegur að kalla það, og þessir veiku flokkar bara hafa ekki getu til þess að svara, bæði vegna þess að þau eru ótengd grasrótinni, en líka vegna þess að það voru svo veikar stofnanir að þær get ekki endurnýja sig. En er það ekki, dálítið, einmitt þú talar um skort á svona hugmyndalegu uppgjöri, Styrmir, það er ekki einmitt þessi vænting sem að fólk hefur, og við erum búin að tala rosalega mikið síðustu ári núna öryrkja, heilbrigðiskerfið, velferðarmál, fólk er einhvern veginn að búast við því að stjórnmálin svona faðmi fólki meira en það hefur verið. Og það er svo lítið gerst, og það er svo lítið gerst í þessum málum. Að kalla það að stjórnmálin faðmi fólkið, en það er bara auðvitað, sko það er bara veruleiki og maður þarf ekki að fara oft í heimsókn á Landspítalann til þess að átta sig á þeim veruleika. Það er bara veruleiki að heilbrigðiskerfið er í þannig klessu að það þarf alveg gríðarlegt átak til þess að koma því í lag. Og það er alveg hörmulegt að sjá hérna bara koma þangað og gera sér grein fyrir því að það vantar fólk á Landspítalann til þess að hugsa sjúklingarna sem eru þar. Og af einhverjum ástæðum sem ég ekki skil, kemst þetta ekki til skila til þeirra sem sitja á Alþingi. Þeir halda því fram að þeir hafa verið auka framlög til heilbrigðiskerfisins, en veruleikinn er sá sem við manni blasir á spítalanum sjálfum, er að það hefur ekki gerst. Og hérna, en þetta er auðvitað sko bara mál út af fyrir sig. Mér langar aðeins þess að koma sko að þessu sem að Gunnar Smári nefndi í sambandi við hina svokölluðu nýfrjálshyggju. Ég hef svolítið verið að skoða þetta. Og hérna, mín skoðun er sú, eftir að hafa farið í gegnum þetta tímabil síðustu 40 ár, það er nú að koma út bók eftir mig í haust sem að fjallar þetta tímabil sem að Gunnar Smári er að tala um, og mín niðurstaða er sú að það er ekkert til sem að eitthvað sem að kalla þeir í almennum umræðu hér, nýfrjálshyggja eða frjálshyggja, hún kemur ekkert í sögu. Það sem að ríkisstjórnin sem tók við, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sem tók við 1991 vorið, það sem hún gerði og það ríkisstjórnin sem eftir komu, þeir voru að framkvæma stefnusgrá sem var lögð fram fyrir kosningarna 79 og hét lyftusótt gegn verðbólgu, ekkert annað. Eða lesi bókina Uppreist frjálshyggju sem kom út haustið 79, það er engar nýjar hugmyndir þar. Það er ekkert sérstakt sem í þeirri bók er. En var engin nýfrjálshyggja, var þetta bara... Ég bara halda því fram við ykkur að allt þetta tal nýfrjálshyggju sem hafa ráðið hér ríkjum, það er bara ekki rétt. Nei. Það er bara ekki rétt. Ég ætla ekki að fara að deila svona hugtök, en nýfrjálshyggja er bara ágætis hugtök til þess að kalla þetta tímabil sem er frá 1980 fram að hruni. Það er það sem er áherslan er lögð á því að það sem að raunverulega kapítalisminn breytist, fyrirtæki breytist, það er ekki lengur það sem að þið kölluðu í Morgunblaðinu athafnaskáld, það er ekki lengur svona útgerðarmennirnir sem voru bundnir sínum sjávarplássum sem að byggðu upp sem sjávarplássin, heldur var styrst allt arðsemi og arðsemi stýstu það hvað eigandi getur dregið mikið pening upp úr fyrirtækjunum og það verður til svona fjármálalegt auðvald eða kapítalismi eða hvað þið viljið kalla það, sem er eiginlega óbundin samfélaginu sem það er. Þess vegna eiga kvótamenn núna svo auðvelt með að flytja bara störf frá Akranesi til Vopnafjarðar eða bara eitthvað út í heim og þannig að við erum að glíma við allt annars konar kapítalískt kerfi heldur við vorum áður. En Gunnar Smári, ert þú raunverulega að halda því fram að þegar að vinstri stjórn sem að situr hér frá 1988 til 1991, vinstri stjórn að gefa framsal kvótans frjálst án þess að taka upp auðlindagjald, að það sé nýfrjálshyggja. Þetta er grundvallar þáttir í því sem gerist hér síðustu 25 ár. Þess leyfi ég mér að tala um þetta sem svona sögulegt hugtak. Innan þess gerði margt að niðurbrot vinstri stefnunnar var nýfrjálshyggja líka. Þetta er mjög áhugaverður þáttur, því að sko það er ekkert útilokað að vinstri menn get ekki framkvæmt nýfrjálshyggju. Nei. Þó þeir heiti það. Mér finnst það bara mjög gott að það sé hér með staðfestu viðurkennd. Ég skrifaði bók uppganginn og hrunið sem kom út hjá Palgrave Macmillan 2014 og fór í gegnum þetta.
Og það sem að þú segir að sé ekki nýfrjálshyggja og Gunnar Smári vill halda fram að sé nýfrjálshyggja svona rifrildi kannski sem að skiptir ekki öllu máli hugtækið sjálf. En það sem gert var hér að það búið til í rauninni eignakerfi utan auðlindina, framsegjanlegt eignakerfi sem framkallar töluvert mikið fjármagn sem að leysist læðing í landinu bara við þá stjórnvaldsaðgerð. Á sama tíma bankarnir einkavæddir eða fljótlega í kjölfarið. Nei, áratug seinna, það skiptir máli, það skiptir máli, en þetta samt, þú getur tekið þetta sem samhangandi hlut. Síðan göngum við inn á Evrópska efnahagssvæðið 1994 og strax í kjölfar þess farið af stað með töluvert mikla afregluvæðingu í fjármálakerfinu, eina mestu afregluvæðingu í fjármálakerfi sem að hefur verið gert. Af því við tókum upp reglur Evrópusambandsins. Já, en býtu, löndin í kringum okkur þau bættu við. Reglur Evrópusambandsins eru lágmarksreglur sem að ríki verða að hafa til þess að binda ákveðna þætti. Öll ríki eru síðan með sínar eigin reglur til viðbótar við það. Við vorum eiginlega eina ríki sem að byggðum algjörlega bara á lágmarksreglur. Þegar þessir allir hlutir koma saman í rauninni efnahagslífi sem að opnast leið og það kemst í alla þessa peninga, þá verður til ákveðin bara svona innri sprenging sem alveg frábærlega áhugavert fyrirbæri og skilaði af sér gríðarlegum uppgangi og margt af því stendur ennþá, en líka var ósjálfbært og hrundi. Þannig að ég get alveg verið sammála það ekkert þetta ekkert allt saman bara Sjálfstæðisflokknum að kenna. Ég held að þetta hafi verið gegnumgangandi hugmyndafræði sem byggist meðal annars líka hugmyndum bara okkur sjálfstæði, velmegun og svo framvegis, og vinstrimenn hafi alveg getað framkvæmt einhvern part nýfrjálshyggjunnar á Íslandi. Þetta dálítið mikið sagnfræði. Það er hugtak yfir það sem þeir eru að tala og því að vissanátt held ég allir hér við borðið svolítið sammála það sem við erum að tala núna. Og það til orða á ensku sem financialization. Akkurat, það það sem gerist. Sem að lýsir þessu. Og þetta í raun og veru að takmörkuðu fjármálavæðing heitir það. Fjármálavæðing það eitt sem hefur verið notað. Og það alveg rétt sem Gunnar Smári lýsir, hann lýsti þessu alveg ljómandi vel. Þetta rauninni það að það eru einhverjir menn sem mín lýsing svona, það eru menn sem eignast stöðu til að búa sér til peningavélar. Þeir eru ekki bankar, það eiga bara að vera bankarnir sem búa til peningana. En það eru einhverjir menn í atvinnulífi sem eru ekki þeir sem eru að reka fyrirtækin og hafa mannaforráð. Fólk sem getur það, til dæmis fólk sem ég ber mjög mikla virðingu fyrir. Það mjög mikilvægt fólk í samfélaginu sem getur gert þetta. Heldur þetta fólk sem bara situr og höndlar með afleiður. Vegna þess að það sem bjóð þetta til var nýtt kerfi, þetta svokallaða skuggabankakerfi utan þessa kerfi sem ríkisstofnanir höfðu eftirlit með. Og sem sagt geysilega flókið kerfi afleiðna og alls konar samninga sem setja áhættuna einhvers staðar út í buskann og skilja einhverju eftir með allan ágóðann. Og það sem náttúrulega alvarlegasta málið sem varðar auðlindamálin á Íslandi það að stærsta ákvörðun varðandi kannski financialization kvótakerfisins og sjávarútvegsins á Íslandi eða auðlindanna fisksins í sjónum var að ákveða það að það mætti veðsetja kvóta. Því þá ertu byrjað að búa til peningavél. Sá sem ræður því og getur sagt að þetta sé stórkostlegt verðmæti sem kanna þín eigin. Þetta bara stórkostlegt verðmæti, getum veðsett þetta margsinnis. Svo getum við selt þetta svona millokar fyrir alltaf hærra verð og tekið lán fyrir mismunum. Og ég held að í raun og veru, ég myndi vilja ögra þér aðeins núna Styrmir og segja, ég held að þú hafi verið í auðlindanefndinni sem að skilaði niðurstöðum árið 2000, er ekki rétt munni hjá mér? Ég held að við getum öll setið hér og veltið fyrir okkur, ég meina, í þessari frægu þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrá, þá fékk auðlinda ákvæði langmesta stuðning þjóðarinnar, miklu meira heldur en stjórnarskráin, eða talsvert meira en stjórnarskráin sjálf. Af hverju tekst okkur ekki að breyta, að loka á þessa financialization, fyrirgefið í slettuna, fjármálavæðingu kvótans? Hvað það sem hindrar okkur í því? Kristrún, þú ert ekkert að ögra mér. Nei, ég veit það. Þú ert ekkert að ögra mér vegna þess að... Ég sagði þetta mjög vinsamlega. Já, vegna þess að Morgunblaðið var á þessum tíma
aðal talsmaður þess að Ég taka veit upp það. auðlindagjald. Ég veit það. Við lentum í stórkostlegu stríði, bæði við Sjálfstæðisflokkinn og LÍÚ vegna þeirra stefnumörkunar sem ég átti ekki mestan þátt í, heldur kollegi mér Matthías Jóhannesson. Já, já. Hann var raunverulega sá sem að mótaði þá stefnu Morgunblaðsins á þeim tíma. Það sem auðlindanefndin gerði var það að hún komst að niðurstöðu sem gerði það að verkum að Sjálfstæðisflokkurinn tók upp með samþykkt á landsfundi stuðning við auðlindagjald. En ég er til að skoðunar að þegar þið eru að tala fjármálavaðingun og allt það, þá séu þið raunverulega að tala um þetta of þröngt vegna þess að svo ákvörðun vinstri stjórnar 1990 að gefa framsal kvótan frjálst án þess að taka upp auðlindagjald leið er mesta eigna tilfærsla sem orðið hefur á Íslandi í 500 ár frá síðaskiptum og bjóð til fyrstu milljarðamæringar á Íslandi. Hverjir eru það sem stóðu fyrir mestum ójöfnuði í þessu landi á síðustu 25 árum, þeim ójöfnuði sem skapar þessa miklu reiði og óánægju hjá fólki? Hverjir voru það? Það voru Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur, Alþýðubandalag og Leifvarnar borgaraflokki Albert Guðmundssonar. Jón Baldvin, Ólafur Ragnar og Steingrímur. Þetta hef ég margsinnis rætt við vin Jón Baldvin. Þetta kemur einhverjum óvart sem að veit að nýfrjálshyggjan heiti yfir tímabil en ekki stefnu inn í Sjálfstæðisflokkinn. Við skulum tala aðeins um kosningarnar. Við förum nú aðeins út í þessar kosningar. Mér langar að nefna þessi framboð sem að koma fram annars vegar Miðflokkinn, Sigmundarflokkinn og Flokk fólksins. Þau voru nú með þing í gær, Flokkur fólksins voru að stilla upp á lista og svona. Eiríkur, hvernig? Já, fyrst langar mér eiginlega bara að spyrja einfalda spurningu. Hvað eru þessar kosningar? Er eitthvað sem getur svarað þeirri spurningu? Ég nefnilega, þetta er mjög sérkennilegt. Við erum að fara í kjörklefana eftir innan við mánuð og það veit enginn hvað þessar kosningar eiginlega snúast. Miðflokkur Sigmundar Davíðs hefur verið í fjölmiðlum núna í viku og ég hef ekki heyrt eitt einasta málefni sem settur á þetta. Ég er alveg viss um að þau komi og allt í lagi með það, en þá er ekki komið neitt málefni. Ég skil alveg þegar þú talar um þessar tvo flokka, ég skil held ég málefnastöðu Flokks fólksins miklu betur. Já. Og ég átta mig á því hvað þar er á ferðinni en hvort það sé rými fyrir alla þessa flokka sem virðast fyrst og fremst snúast bara forystumenn sína og einhverja oddvita fremur heldur en málefni en ég átta mig ekki á því. Þetta er góð spurning, hvað eru kosningarnar? Ég sá í gær, ég veit ekki hvort ég vitna í það voru Stöð 2 í Víglínunni og þá var verið að spyrja svona hitt og þetta og þá svarar fulltrúi VG kosningar svona traust og mér fannst það ótrúlega sorglegt að heyra þetta vegna þess að þetta er bara svo mikil hægri afstaða að selja traust og foringjan og allt þetta að ef vinstrið er svona gelt að það er farið að selja óttastjórnmál að við verðum að halla okkur að hinu sterkasta til þess að hérna verði ekki upplausn þá erum við komið með stjórnmálin einhvers staðar og mér fannst að þeir voru að lýsa svo ágætlega, þeir voru að lýsa ástandinu sem er í samfélaginu og mér langar til að skjóta spurningunni en eru stjórnmálin að svara því? Eru stjórnmálin sem við erum í dag endurspegla þau einhvern þennan raunveruleika sem var verið að lýsa hérna áðan? Það svaraði bara nei. Hvað snúast kosningarnar, Styrmir? Ég held að sé nú hægt að ræða það út frá svona mörgum sjónarmiðum. Ég var nú í gærkvöldi að tala við gamlan kunninga minn þetta og við vorum náttúrulega að ræða stöðu okkar eigin flokks í því samhengi. Já. Maður getur auðvitað velti fyrir sér þegar maður horfir á það sem er að gerast í kringum okkur, hvort að það snúist kannski spurningunum það verður Sjálfstæðisflokkurinn áfram svona megin þáttur í veldakerfi þjóðarinnar eða er hann að gefa eftir og er hann að missa svo mikið fylgi að hann mun standa utan við völdin miklu lengur heldur en hann hefur gert áður. Mér finnst það geta verið ein spurningin sem verður svarað í þessum kosningum. Já. Hvernig er VG að taka við sem einhvers konar forystuafl hér? Það er ekkert að útiloka það. Ég held að við séum ennþá í umróti sem að enginn veit alveg hvað enda. Það sem ég finnst svona kannski að þessu nýju framboðum áhugaverðasta framboðið. Það er nú ekki framboð Sigmundar Davíðs. Það er þessi Flokkur fólksins. Vegna þess að Samfylkingin hefur einhvern veginn en við tekist að missa öll tengsl við sín svona gamla jarðveg. Hún er ekki lengur neitt verkalýðsflokkur í þeim skilningi. Hún er fyrst og fremst flokkur háskólaborgara, kannski háskólaborgara og ríkisstarfsmanna. Það er kannski skýringin á því hvað hann hefur mist mikið fylgi, hvað hann er lítill flokkur. En Flokkur fólksins
og þessi nýja stjarnan sem að framkom í kosningunum í fyrra, Inga Sæland, hún hún með einhverjum hætti fulltrúi þess hluta þjóðfélagsins sem að jafnaðarmenn voru áður fulltrúa fyrir en ekki lengur að mínum mati. Þá erum við að tala verkalýðsstéttin Við erum að tala við þann hóp sem varð undir í þeir samfélagsbreytingu sem var að lýsa hérna áðan. Það bara stór hluti þjóðarinnar sem að tapaði í uppsveiflunni og tapaði í niðursveiflunni og situr eftir og horfir yfir stjórnmálasviðið og hefðbundna flokka og það bara enginn að tala mínu máli. Spurningin hvað snúast kosningarnar. Það sem hefur náttúrulega verið raunverulega módelið í íslenskri kosningabaráttu síðan 2003. Það módelið sem að Framsóknarflokkurinn bjó til, sem var að koma með eitt svona risaloforð og rauninni trompa alla umræðu í kosningum. Það hefur verið það módel sem allir aðrir hafa reynt að elta. Ég held þessu fram, svona í þeim kosningum sem hafa komið síðar. Þið veitir hvað að tala um. Það voru 90% húsnæðislán 2003. Hvað var það nú eftir 2007, það var eitthvað sem þið voru með þá og lánin sennilega og svo náttúrulega stóra kosningarlofur Sigmundar Davíðs og svo framvegis. Þetta svona aðferðafræði sem allir hafa svolítið verið að reyna að gera og Gallup seldi hér til skamms tíma öllum stjórnmálaflokkum skoðanakannanir sem áttu að leiða það fram hvaða mál viðkomandi flokkur geti sett hámarkað innkomu sína með því að tala Svona var þetta. Og það náttúrulega ekkert skrítið að mín skoðun svo, ég var að segja það í þeim flokki sem ég starfaði sem var Samfylkingin, þetta bara búið eftir hrunið, nú verður bara að hugsa eitthvað alveg nýtt, það ekkert að halda áfram með þetta. En til miður þá gerðum við það dálítið, en núna Framsóknarflokkurinn væntanlega ekki í stakk búinn til að koma með svona útspil. Gunnar Smári að lýsa því að Vinstri grænir að reyna að selja það að þessum traustir. Sem líka Framsóknarflokkur, kletturinn í hafinu. Já, upphaflega kletturinn í hafinu. En mér finnst í raun og veru að það sé þannig að stabílir stjórnmálaflokkar þeir eiga að hafa prógram, þeir eiga að hafa einhverja sýn, einhverja prógram. Það einhvern veginn engin flokkur lengur í Íslandi með prógram. Þannig að það einhvern veginn, þannig þessi stöðu og stjórnmálaflokkar að bregða bera bara fram lýsing á því sem þeir hyggjast gera. Já, og það sé hugsað prógram. Og alvöru stjórnmálamenn hugsa það prógram til enda. Hvernig á ég að fjármagna það? Hvernig get ég látið það gerast? Hvernig kem ég til framkvæmda? Og það sem ég var að segja áðan, stjórnmálamenn hætt að geta framkvæmt. Og svo hinum megin síðan þetta að fyrir almenningi birta stjórnmálin eins og bara að kjósa lag í Eurovision eða eitthvað Voice eða hvað þetta heitir allt saman, þessi veruleika þættir. Það að segja að við erum með endalaust, það engin stjórnmálastétt lengur í landinu, Gunnar Smári. Það eru dægurstjörnur. Það verið að velja nýjustu dægurstjörnuna inn á þing og þær brenna upp hraðar heldur en nokkur popstjarna. Stjórnmálastjörnunar, Óttar Propp, skiljiði, eða bara hver sem hugsiði bara það. Fólki sem búið að renna gegnum Alþingi, við vitum ekki lengur hvað þingmennir heita. Ég held að ég hafi vitað það frá barnæsku nánast. Við núna bara fyllt af fólki sem eitthvað heitir. Þetta eru dægurstjörnur sem lifa eina og svo koma þeir og standa sig vel í einum þætti. Og þá eru æðislega og verða forsetar. Verða nefnilega forsetar. En má ég skjóta þess inn, og niðurstaðan sú að þó svo að 90% af þjóðinni vilji opinbera stóraukna heilbrigðisþjónustu, þá fær það ekki. Nei. Þótt að 80% af þjóðinni vilji fá kvótann til sín, þá fær það ekki. Þótt að 70% af þjóðinni vilji nýja stjórnarskrá, þá fær það ekki. Allt í einu við komin í ástand þar sem að þjóðarvilji nær engan veginn í gegnum eitthvað svona furðuleg vitleysisstjórnmál. Já, Gunnar, mér langar svo rosalega að segja eitt hlut núna. Af hverju þetta? Þetta vegna þess að kerfið í krísu. Og hver ber ábyrgð á því? Það sem við reynum alltaf að gera það að við reynum að benda okkur einstaklinga og við lyftum einhverjum upp eða hendum einhverjum út, gerum einhverju útlæga af því þessu góðir eða vondir stjórnmálamenn og þetta yfirlega öll umræða núna það einhverju séu illir og aðrir séu góðir. Þetta mjög eyðileggjandi vegna þess að þú nærði einhverjum tökum á því að byggja upp kerfið með þessu mætti. Og þetta held ég, við vorum nokkuð sammála það að það vantaði þetta málefnalega uppgjör við hrunið. Ég held að við séum öll sammála það. Við skiljum ekki ennþá hvað gerðist. Ísland skilur ekki ennþá hvað hrunið var. Og
meðan svo þá náum við aldrei tökum á þessum veruleika sem í kringum okkur og meðan við erum að fókusera á einstaklingana og allir eru bara að kasta frá sér einhverju skömm og enginn tekur ábyrgð á heildinni og þessu sameiginlega, við verðum að taka ábyrgð á þessu sameiginlega, þessu Íslandi sem við eigum hérna. En þannig að verið að demónísera stjórnmálamenn í stórum stíl. Þetta stanslaust og látlaust. Bjarni Ben átti að fara að vera hilmifið með barnanýðingum, Óttar Proppe settist í heilbrigðisráðuneytið og maður aldrei hann séð bara einhvern veginn að hann væri bara svikari allra tíma og svona við fáum sko, þetta einhvern veginn orðræða. Og þetta bara della. Langar aðeins að grípa þetta sko, þessi Kristrún var að lýsa hérna sko, það ástand þegar að barninu sko fleygt út með baðvatninu. Við höfum einhvern veginn lent í því núna, það verður svo mikið kraf eftir endurnýjun og svona einhverjum uppgjörum og hérna, já, að endurnýjum flokkan og fá nýtt blóð og svo framvegis, að við erum með Alþingi stútfullt af nýgræðingum. Reynsluleysið alveg himinhrópandi sem sést í alls konar axarsköftum sem eru framkvæmd í stjórnmálunum og á Alþingi og ég held að ein sko grundvallar meinsemd sem hefur verið í íslenskri stjórnmálumræðu undanfarið hvernig reynslan töluð niður. Hvernig til dæmis gerðir athugasemd við það að fréttamenn hafi einhvern tímann starfað í stjórnmálum og horfi ég hér á Gunnar Smára sem setti fram slíka athugasemd. Ég var nú bara að tala um völd Sjálfstæðisflokksins í öllum stofnunum samfélagsins þar með RÚV. Og þeir bara fylgist með gott í sjónvarpinu hvernig það smátt og og sífellt hægri sinnaðir í sjónvarpinu. Ég nefni þetta nú bara sem dæmi, ég ætla ekki gera þig ábyrgan fyrir þessu andrúmslofti, en ég held til dæmis þetta að sko hvernig fólk einhvern veginn brennimert og sett út af sakramenti fyrir reynslu finnst mér ekki nægilega gott. Það vantar festu og reynslu. Ég vil ekkert meira eitthvað hipp og cool og fallegt sko. Ég vil bara eitthvað gamalt og reynt og krumpað. Það það sem við þurfum á Íslandi. Ekki eitthvað sem cool, heldur eitthvað sem bara gamalt og hallærislegt. Það það sem við þurfum. Það til mjög einfalt svar við þessu vandamáli sem þið eru öll hér að tala og þegar Gunnar Smári að lýsa því að vilji þjóðarinnar ná ekki fram að ganga, þá það alveg rétt hjá honum. Það rétt hjá honum. En þetta einfalt svarið þessu. Beint lýðræði. Beint lýðræði. Gott þá skiptir áttaði á því. Nei, ég bara les það sem þú skrifast fyrir mér og ég veit að skrifa mig til áratug. Beint lýðræði það sem skiptir máli. Þessu landi á að stjórna með beinu lýðræði. Við getum orðið svona einhvers konar fyrirmynd annarra þjóða í því að þjóðin sjálf taki þessar megin ákvarðanir en ekki þessar fámennu hópar. Til þess að það verði, þá verður það að taka völdin af þeim sem fara með völdin núna og neita okkur það sem peningavaldi í landinu. Það bara, og nýfrjálshyggja sem vorum að tala áðan sem tímabil, var tímabil þar sem ákvarðanir voru flutta frá henni pólitíska valdi, þar sem hver maður hefur eitt atkvæði, út á markaðinn þar sem hver króna hefur eitt atkvæði, þar sem henni ríku fara mest með það, þangað fór gengiskráningin, þangað fór uppbygging húsnæðiskerfisins, þannig að núna sitjum við uppi með það að við getum ekki komið þak yfir höfðið á fátækasta fólkinu. Við fluttum endalaust á ákvörðum út á markaðinn, þar sem henni ríku fara með völdin. Þess vegna þeir hafa völdin og þess vegna fáum við ekki valdið til þess að taka það til okkar í beinni aðgerð. Hvaða ríkisstjórn verður hægt að mynda eftir þessar kosningar miðað við þessar kannanir núna? Þú einn af þeim sem lést þig dreyma lengi og hefur látið dreyma sögulegu sætti Sjálfstæðisflokks og vinstri hreyfingarinnar. Já, ég held að það muni ekki ganga vegna þess að ég held að andúðin á Sjálfstæðisflokknum sé svo mikil í vinstri flokkunum og sérstaklega í baklandi VG og í sambandi við svona hluti skiptir baklandsflokkana máli. Einu sinni var mynduð hér ríkisstjórn 71 sem að Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson áttu aðild að. Þeir hefðu ekki áhuga á þeirri ríkisstjórn. En það var bakland þeirra sem sagði þið farið ekki í ríkisstjórn með viðreisnarflokkunum. Og í dag held ég að bakland VG muni segja að þið farið ekki í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og ég held að það sé mestar líkur á að það verði einhvers konar vinstri stjórn að kosningum loknum. En þá náttúrulega spurningin, menn sumir sjá tormerki á að vinna með Pírötum, svo aðrir sem að sjá tormerki á að vinna með Sigmundi, flokkur fólksins, það alltaf óvant fólk, menn spyrja hvað ganga þau til þeim langt í innflytjendamálunum, þau geta farið það langt á slóð að enginn vilji vinna með þeim.
Við erum að sjá núna nokkrar línur sem að teiknast upp öðruvísi heldur en stundum áður. Sko, það að verða miklu skýrari skilin á milli frjálslyndis og þjóðernislegs íhalds í íslensku stjórnmálum heldur en áður hefur verið. Þannig að vinstri hægri skiptingin kannski svona aðeins að gefa eftir, meðan að frjálslynd íhald er skipting sem gengur þvert á hægri. En reyndar eru þessi flokkar sem hafa markað sig sem frjálslynd á miðjunni eins og BF og Viðreisn, þeir eru náttúrulega bara að skreppa saman, þannig maður spyr sko, hvar er miðjan í stjórnmálum, íslensku stjórnmálum núna? Hún er við flokkinu. Ég held að það sé komið núna sko ástand sem er þannig að það er fullkomlega eðlileg krafa kjósenda að fá fram almennilega blokkapólitíka á Íslandi. Krefja stjórnmálaflokkana svara það með hverjum þeir ætla að vinna eftir kosningar og helst að mynda með sér bindandi kosningabandalög fyrir kosningar eins og gert er alls staðar á Norðurlöndunum. Það er mjög líklegt að við fáum eftir þessi kosningar eitthvað svona stjórnarmyndunar krums eins og maður síðast. Eina leiðsögnin sem við gætum í rauninni forðað okkur frá stjórnarkreppu eftir kosningarnar ef við fengjum almennilegar fylkingar þar sem það væri ljóst hverjir ætluðu sér að vinna saman. En það verður ekki. Það er óhjákvæmilegt að það verður til, annað er bara, það er ekki hægt að bjóða kjósendum upp á það. En málið það að þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að það gerist ekkert, það hreyfist ekkert, af því að það er engin, þegar menn fara að mynda ríkisstjórn, þá var þetta að kasta öllu út um gluggann. En af sömu ástæðu, og það sem Styrmir var að tala áðan, það er ekki bakland í flokkunum til þess að standa raunverulega að slíku bandalagi. Þið sjáu til dæmis að formaður Samfylkingarinnar sagði fyrir nokkrum dögum að hann ætlaði að mynda ríkisstjórn, vildi vera í ríkisstjórn með Katrínu og bak við hana og svo liði nokkru dagar og þá var hann rauninni farin í hana á þinginu, sagði til. Þetta er bara, svona er stjórnmálin núna vegna þess að það er allir að bregðast við áreiti á Facebook og kröfum innan og flokkunum og það virkar með þessum hætti. Sko, það eru 2 forsætisráðherra kandidatar í landinu. Það er annars vegar Katrín Jakobsdóttir og hins vegar Bjarni Benediktsson. Það sem að þyrfti að gerast til þess að stjórnmálin næði hér einhverjum skynsömum fleti væri að hinir flokkanir myndu fylgja sér á bak við annarkvort þessara leiðtoga og benda á þann leiðtoga sem sitt forsætisráðherra efni. Og síðan stjórnmál geta bara ekki snúast um leiðtoga. En síðan stjórnmál geta ekki snúast um leiðtoga. Nei, þetta snýst ekki að snúast um leiðtoga, þetta snýst að segja með hverjum ætlar að vinna á hvaða málefnum. Í Danmörku og Noregi og Svíþjóð þá er sko forsætisráðherra efni minni flokkana ekki formenn þeirra flokka, heldur sem sé leiðtogi þess væng sem þeir ætla að vinna með. Og þetta myndi skýra valkostin fyrir kjósendum verulega ef við fengjum þetta fram. En mér langar til þess að segja framhaldið þessu af því að ég held að þetta sé ekki fara að gerast til miður og ég held að sé bara dæmi um þetta sem að stjórnmálin get ekki skilað. Hvað stöndum við þá? Við stöndum þá þar að það ríður mjög á að forseti Íslands haldi vel á spjónum. Hann er ekki öfunds fyrir hlutverki þegar kemur að því að það er að koma saman ríkisstjórn en það er kannski ekki einu sinni í neginn samheldni, það er ekkert prógram, það er engin samheldni á milli manna, það er ekkert sem gerist. Eins og í síðustu ríkisstjórn og það var einhvern veginn eins og jurt sem bara enginn var að vökva. Enginn var að vökva, enginn fundur í 40 daga sagt og eitthvað svoleiðis, en sko hvernig á hann að taka á því er risastór spurning og mér langar bara til að segja eitthvað líka í viðbótar. Það er þannig að því þið segir beint lýðræði er svar við öllu. Ég held að það sé alls ekki rétt. Það er einhver að búa það til þetta nýja beina lýðræði og búa til einhvern strúktúr utan um það og það tekur langan tíma. Og myndi aldrei takast núverandi ástand á Íslandi að búa til þann strúktúr þannig að allir vera sáttir og getur verið að vinna saman innan þess. Það sem við verðum að átta okkur á það er til dæmis til rannsókn á því að það eru Þjóðverjar sem gerðu á því rannsókn fóru 120 ára aftur í tímann og skoðuðu fjármálakreppur í Evrópu sem eru ótrúlega margar og í heiminum, þar að segja. Og báru saman hvaða áhrif fjármálakreppur hafa á kosningaþátttöku og stjórnmál versus venjulegar almennar kreppur sem ekki eru hrun peningana, ekki hrun banka og svo framvegis. Fjármálakreppunar leiða alltaf til upplausnar. Fjármálakreppur leiða til fasisma. Niðurstaðan var svo að þessi öfgahægri flokkar þeir hafa alltaf aukið fylgisitt í öllum löndum. Og frægasta dæmi er auðvitað stóra krísan í Þýskalandi og allri miða Evrópu 1931. Ég meina, ég er að segja, við verðum allir verða að átta sig á því að við lifum tíma sem eru ekki tímar til að gera tilraunir. Þetta eru tímar til þess að reyna að finna stöðuleika og reyna að vinna með það kerfi sem við höfum til þess að komast í gegnum með hann ófrið. Já, ég verð að klára þetta. Já, sko, ég ætla bara að segja það sem þýðir að lýsa öll. Það er bara sem sagt að fulltrúalýðræðið er komið á endapunkt.
það dugar ekki lengur. Það ræðir ekki lengur við sín verkefni. Þess vegna verður þessi litla þjóð að taka málin í sína hendur og þess vegna verður hún að taka allar meginákvarðanir og það gengur ekki lengi. Það gengur ekki lengur að segja við þessa 63 þingmenn og einn forseta, ég þeirra skoðunar að forsetaembættið eigi ekki vera til. Það er annar mál. En það gengur ekki lengur að 63 þingmenn taki þessar ákvarðanir. En veistu það, Styrmir, þessi afstaða þín beina lýðræðið, hún hefur því, ég svara því bara þannig og fullur hreinskilni. Þetta hættan á því að þetta nákvæmlega það sem gerist þegar fasisminn tekur yfir. Nei, ég held að Styrmir hafi rétt. Það er þess að það er nákvæmlega svona. Til að segja, í Þýskalandi kemur svarið ein Volk, ein Führer. Og ég meina, við skulum ekkert vera að láta eins og þetta sé eitthvað grín sem að gerast í Bandaríkjunum. Og hvað var það sem Timothy Snyder sagði hérna? Hann sagði, við verðum að verja stofnanirnar. Og ég skal bara, mín reynsla af hruninu kendi mér það að við verðum að verja stofnanirnar. Ég trúi því ekki að þú veist að segja við mig að þjóðin sjálf taki samkvæmt stjórnskipan landsins allar megin ákvarðanir. Hvaða þjóð? Að þjóðin sjálf, íslenska þjóðin, að hún taki ákvarðanir að það sé einhver leið til fasisma, Kristrún. Nei, en það sem ég er að segja er það að aðferðin sem nota er að grípa til sín skilgreininguna því hvað fólkið er. Hvað stóði hérna í Mein Kampf eftir Adolf Hitler? Kein Jude kann Reichsbürger sein. Það svo leiðileg bók átt nú ekki verið. Nei, ég er að segja, þetta er bara, ef þú lest stjórnmála heimspeki 20. aldar, þá er það, hún öllsömmur uppgjör við þetta og hún öllsömmur felur það í sig þetta kerfi sem er núna að hrynja fyrir augunum á okkur, það er sem sagt, hófsamt ríkisvald með sterkum mannréttindum og dreifðu valdi. Skiljið því rétt að þú veist að segja það að afhenda fólkinu í landinu með öllum megin völd að það sé fasismi? Styrmir, ég hef stutt ofnbjörlega allar þjóðaratkvæðagreiðslur til dæmis sem að ólíkt þér stutt ég bæði 3 atkvæðagreiðslur Ólafs Ragnars Grímssonar. Ég er ekki á móti þjóðaratkvæðagreiðslum, ég er að tala það að það ekki að breyta öllu stjórnkerfinu. Alveg í lokin, þetta er alveg rétt hjá Styrmi til þess að laga fulltrúa lýðræðið, þá þarf að bæta við instans sem er að þjóðin komi á, það er verið að gera þetta alls staðar í löndunum kringum. Já, það má alveg, ég er ekki á móti því. Þannig að þetta er ekki rétt hjá þér. Það er í nýju stjórnarskránni. Við skulum bara mæta Austurvöll og þrýsta á stjórnmálunum að taka hann upp. Borgarþing sem að bætast ofan á fulltrúa lýðræðið til viðbótar við atkvæðagreiðslurnar beinu er akkúrat það sem lýðræðið þarf til að fá að þróast áfram. Þetta er búið. Styrmir hefur alveg rétt fyrir. Takk fyrir. Gaman að fá okkur hingað. Sigurður Ingi Jóhannsson, rétt hér á eftir. Hingað komið Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Ertu velkominn, Sigurður. Takk. Við ætlum aðeins að fara yfir, við ætlum rauninni bara að tala þessa atburði innan flokksins, þannig klofning sem orðin í flokknum og þetta hlýtur nú að vera svolítið erfitt fyrir því að horfa upp á það að það sem við getum líklega talið mesta klofning í sögu Framsóknarflokksins, hugsanlega frá 1930 eitthvað, að það skuli vera að gerast á þinni vakt og við skulum vera að horfa á mikið af fólki, öflugu fólki í flokknum, þingmenn, hverfa á braut í annað framboð sem eru, eins og ég segi, augljóslega klofningur og Framsóknarflokkur, fyrirverandi formaður og forverið þinn sem leiðir þar. Jú, það er hérna rétt. Flokkurinn er 100 ára og á þeirri sögu hefur svo sem ýmislegt gerst og þetta hefur nú verið gerst áður og menn hafa stofnað nýja flokka, reyndar fyrir allnokkru síðan. Já. Það var auðvitað hérna 2011, þá gekk hérna dálítið hópur af fólki úr Framsóknarflokknum og stofnaði Bjarta framtíð. Jú. Það er ekki langt síðan, sko. En það er nú samt ekki sambarlegt. En það er engan veginn sambarlegt og eins og ég hef nú margoft sagt þá er auðvitað eftirsjá af því og dapurlegt að formaður og fyrrum forsætisráðherra flokksins skuli ekki sjá sér þann haga vinna innan flokksins, heldur tel ég að það sé best fyrir hann að stofna nýtt stjórnmálaafl til þess að svona fá endurreisn kjósenda, eða í augum kjósenda, en ekki að leita eftir því innan flokksins, því að í mínum augum hefur þessi klofningur í raun og veru orðið til frá því í fyrra sumar þegar að ljóst var að flokksmenn höfðu svona mjög mismunandi afstöðu til þess hvort að Sigmundur væri þá fyrrverandi formaður og forseti, eða þá formaður og fyrrverandi forsætisráðherra
væri maðurinn til þess að leiða flokkinn áfram, hvort hann væri búinn að endurnýja traust innan flokksins og þá meðal almennings eða ekki og í því umróti sem þá verður þá kallar grasrótin fram flokksþing síðastliðið haust líka við erfiðast aðstæður rétt fyrir kosningar og það sem að mér verður á í augum þeirra sem nú hafa yfirgefið flokkinn að hlusta á grasrótina og gefa þann valkost sem sitjandi forsætisráðherra og varaformaður í flokknum að segja í stjórnmálaflokki þá gera menn út það þegar það eru kannski orðnir svona ágreiningur leiðir bara með lýðræðislegum hætti. En varstu ekki búin að lofa Sigmundi því að þú myndir ekki fara gegn honum sem formaður? Á þessum tíma? Já. Nei, 2013 eða líklega eða 2011 þegar ég býð mig fram þá segi ég honum ég hafi engar væntingar til að verða formaður flokksins og ég muni bakka hann upp. En þú lofar því ekki eftir að hann segir af sig forsætisráðherra eða á þeim tíma? Nei. Þú staðhæfir þar? Já. Já. Sko, hvernig hefur sambúð ykkar Sigmundar verið síðan Wintris-málið kom upp og alveg fram á þennan dag? Sko, til þess að setja alla þessa hluti í samhengi þá verðum við að spóla því miður aftur til þessa tíma sem að mér leiðist mjög að tala af því að ég vildi auðvitað vera miklu frekar að vera að tala hvert við erum að stefna eins og þið voru að ræða hérna í þættinum á undan og það mun skipta miklu máli hvaða sýn stjórnmálamenn hafa á framtíð Íslands en gerum það. Það gerist einfaldlega á þessum dögum eftir þennan þátt Kastljósþátt það mætir hér yfir 20.000 manns á Austurvöll. Þingflokkur Framsóknarflokksins finnst að formaður þess og forsætisráðherra hafi yfirgefið stefnu þess þingflokks og segir við veljum málefnin umfram mannin. Framsóknarflokkurinn ævinlega staðið fyrir því að færa fram málefni. Við erum flokkur manngildis ofar auðgildis. Við erum flokkur sem segir einfaldlega að það engin einstaklingur stærri en flokkurinn. Og við völdum að fara þessa leið að klára málefnin og að kjósa haustið þó við hefðum auðvitað vilja klára kjörtímabilið. En það það sem gerist. En á sama tíma þegar að menn sem sagt lýsa í raun og veru verið vantrausti á sitjandi forsætisráðherra, á sama tíma segja menn okkur finnst sanngjarnt og eðlilegt að gefa þér tíma til þess að endurheimta traust í samfélaginu, bæði meðal flokksmanna en einnig meðal almennings. Í augum mjög margra gerðist það ekki. Þér fannst að Sigmundur hefði ekki endurheimt traustið? Ég varði hann manna harðast í 4 mánuði. En hvenær kemst það því að hann hafi misst traustið? Þegar ég uppgötva það að mér finnst hann ekki nýta tækifærin til þess að hreinlega viðurkenna hann hafi gert mistök og biðjast afsökunar á því. Í raun og veru, mér finnst að hann er búin að útskýra þessi mál, fjármál og allt það, en það sem að þú þarft að gera eitthvað meira til þess að ná fram trausti. Þegar að mjög mikill hluti flokksmanna var farin að hafa samband við mig og skora á mig, þegar mjög mikill hluti flokksmanna var farin að hafa samband við mig og hafa áhyggjur sem sitjandi formanns eða semst varaformanns og forsætisráðherra að yfir stöðu flokksins verandi að fara inn í kosningar þá mér það ljóst að flokkurinn gengur ekki einn og heill til þessa verkefni síðastliðið haust. En það náttúrulega að flokkurinn klofinn því að það stór hópur sem fylgir Sigmundi og það Gunnar Bragi eins og sem fylgir Sigmundi og það eru kjósendur út allt land og hann mælist hærra í skoðanakönnun en þið, þannig að þú veist, hann hefur þó ekki mist. Þú ert að vísa til einnar skoðanakönnun. Já, hún reyndar svo sem nýjust, ef maður skoðar það, þá það hún sem nýjust. En sko, nú kosningabaráttan ekki hafin og við erum auðvitað ekki farin á stað í að keyra á þeim málefnum sem við viljum keyra á þeim stefnu. Einmitt þessari framtíðarsýn sem hér var nú kallað eftir hérna áðan, sko, að menn hafi einhverja sýn hvernig samfélagið í heild sinni að fara. Þannig ég kvíði því ekki. Það alveg ljóst að á þessum tíma, síðastliðið haust, eða bara fyrir ári síðan, þá var flokksþingið, var það ekki bara, mér minnir það sé akkúrat í dag, 1. október, að á því þingi þá voru að takast á öfl í grasrótinni. Já. Og hvað gera menn þegar að takast á öfl í lýðræðislegum flokki? Þeir leyfa grasrótin að tala. Ég sagði áðan að mér var það á í augum þeirra sem nú yfirgefa flokkinn að gefa kost á mér. Já. Hefði ég tapað, hefði ég að sjálfsögðu tekið hendina á já. formanni flokksins og hvatt alla framsóknarmenn
til að standa saman á þessum erfiðu tímum til þess að ná árangur í kosningunum. En Hann gekk út og klauf flokkinn. Og þannig að það hefur verið í mínum huga nokkuð augljóst að það veri unnið að þessu allt síðan, með stofnun framferðarfélags, með alls konar yfirlýsingum og nú bara gerist þetta. Það er ekki heppilegt einu mánuði fyrir kosningar. En Framsóknarflokkurinn er gríðarlega öflugur eftir sem áður. Ég er búinn að vera á fundum núna í vikunni, þar sem eru 70, 80, 100 manns og gríðarleg stemning og samheldni í þeim flokki sem að eftir stendur. Varst þú að vinna á móti því að Sigmundur og Gunnar Bragi fengju að halda sínum sætum? Varst þú að vinna í því að stilla upp frambjóðendum á móti þeim? Mér fannst algjörlega lykilatriði að formaður flokks hafa leitað til mín sem varaformanns í fyrra. Ég ætti að hafa áhrif í einhverjum öðrum kjördæmum það hvernig þetta vera. Mín afstaða er mjög skýr. Í kjördæmunum ræður fólkið í félögunum. Þú er ekki verið að vinna því að Þórunn Egilsdóttir færi framboð á móti Sigmundi, Ásmundur Einar gegn Gunnari Braga í sínu kjördæmi? Að sjálfsögðu ekki. Þú staðhæfir það? Ég ætla ekki bara að staðhæfa það. Það er algjörlega lífssýn mín að starfa í pólitík að hún byggist á lýðræði og í kjördæmunum er það lýðræði fólksins sem ræður hverjir eru fulltrúar þeirra inn á þingi. En Gunnar Bragi... Ef að formaður fyrir að skipta sér af í einstökum kjördæmum sem hann situr ekki, þá situr sá formaður ekki lengi. En Gunnar Bragi kveður með því að það sé ekki bara þú sem hafi runnið gegn hún, heldur líka Kaupfélag Safnfirðinga og Þórólfur höfuðpaurinn þar, að það sé í rauninni gangi það sé öfl á bakvið í Framsóknarflokknum sem ráði. Að þú sést í baktjaldamarki með öflum eins og úr til dæmis Kaupfélagi Skagfirðinga. Það er alveg með ólíkindum ef menn halda slíku fram og ég held reyndar að Gunnar Bragi mun ekki halda slíku fram. Hann veit betur. Þetta er nú það sem hann skellir hurðum og kveður með þessu. Já, mér hefur þótt umræðan núna að hálfu til að mynda þessa fólks í alllangan tíma verið að lýsa því að svart sé hvítt og hvítt sé svart. Ég hef kosið, Egill, að svara því ekki. Af því að mér finnst að umræða lýðræðislega hluti innan flokks eigi að fara fram innan flokksins, en ekki í fjölmiðlum, með yfirlýsingar sem mér hefur oft og þótt dapurlegar í garð Samherja. Þó menn sé ekki sammála einhverja niðurstöðu, einhverja kosningar. Já, en nú er þessi klofningur orðinn veruleiki. Nákvæmlega, nú er hann orðinn að veruleika og hann var kannski óhjákvæmilegur úr því að þetta var afstaðan. Þetta snerist raun og veru það hver ætti að leiða flokk og ef menn fengju ekki sínu framgengt þá væru menn ekki tilbúnir að vera í þeim flokki og stofnuðu nýjan flokk. Þetta er nú reyndar ekki ný saga, hvorki á Íslandi né annars staðar. En hver verður niðurstaðan, segjum að Framsókn býði afhroð í kosningunum, hún var náttúrulega frekar veik fyrir og þú hefur nú svo sem heyrt þér að stundum ekki vandaði kveðjurnar fyrir það, ef hún veikist og enn vegna þessa, hver er framtíð þín sem formanns? Í fyrsta lagi, þá er kosningabaráttan hefjast og við ætlum að vinna í þessum kosningabaráttum og við ætlum að ná glæsilegum árangri. Þegar það liggur fyrir, sú niðurstaða, hvort að sú sýn sem ég hafi á bæði á kosningabaráttuna og hvað þarf að gera hér í þessu samfélagi til langra framtíðar og hvort að kjósendur verða að sammála okkur og kjósa okkur og þá munt þú ekki spyrja með þessar spurningar eða hvort að það verði rétt þá skulum við taka þá spurningu. Ég ætla ekki að svara henni núna. En er ekki einboðið að þú muni segja að þér þá? Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu núna því að við erum að fara í hina leiðina, við erum að fara að segja við fólki í landinu. Horfið annars vegar á 100 ára sögu okkar, horfið á það sem við stöndum fyrir. Ég heyrði að fólkið áðan sagði ýmist að það mætti ekki tala traust og stöðugleika en það veri líka hallærislega hluti sem þyrfti. Við erum traust og stöðugleiki. En sko, menn hafa nú talað að til dæmis þetta hefði sennilega ekki orðið ef að Lilja Alfreðsdóttir hefði orðið formaður flokksins. Hún er í miklu betra sambandi við Sigmund en þú og það sem geti náttúrulega gerst er það að Lilja mér sé að fer að tala það í einhverju viðtali að það verður nú bara ágætt að hafa á 2 Framsóknarflokka því að þeir verða stórir saman. En auðvitað lítur það ekki þannig út. Það er verið að kljúfa 100 ára gamla stjórnmálaflokk. Já, það er verið að því. Mesta valdaflokk, annan mesta valdaflokk íslenska sögu. Einn af þeim flokkum, annan kannski hugsanlega þann flokk sem hefur staðið best við bakið á endurreisn og uppbyggingu Íslands. En hvað með afstöðu Lilju? Finnst þér Lilja vera formannsefni? Klárlega og staðið sér frábærlega vel og við Lilja vinnum bara mjög vel saman og við höfum gert alveg frá fyrstu tíð. En hún hefur ekki tekið mjög sterka afstöðu í þessu máli.
þarf ekki að heyrast meira í henni út að hún sé heilu sönn innan Framsóknarflokksins? Hún það og ég veit ekki annað en hún sé bara að því á einhverju annar útvarpsrási akkúrat í augnablikinu að hún sé Framsóknarmaður af líf og sál og augljóslega hún að vinna því að við erum að fara inn í þessar kosningar. Við erum að leggja þau spil á borð sem við höfum verið að undirbúa. Við byggumst ekki við þessum kosningum í haust frekar en margur annar. Nei. Við settum á stað menntamálahóp fyrir 1 ári vegna þess að við trúum því að stærsta áskorun inn í þessa framtíð sem að spekingarnir voru að tala hérna við áðan að takast á við það hvernig við leysum áskoranir fjórðu iðn og tæknibyltingar. Já, við ætlum ekki að fara að tala um það. Nei, ég bara að segja, við erum búin að vera að vinna svona vinnu algjörlega sem samhentur hópur. En við erum að sjá ákveðin hópur flokksins, hann hefur ákveðið að taka ekki þátt í þeirri vinnu. En þetta þrátt fyrir að hann sé boðið að vera með í öllu ferli allstaðar. Við erum að tala um þingmenn að vera í flokknum í 60 ár. Já, allir ágætlega hinn prýðismaður. Ég þekkti hann ekki fyrir bara nokkrum árum. Og þeir sem hafa starfað í flokknum núna síðastliðin 15 ár hafa ekki hugmynd um hver hann er. Flokkar endurnýja sig. Það ekki þannig að því þú varst að vísa hérna til einhverja einstaklinga út í bæ. Það ekki þannig í Framsóknarflokknum og ég vona ekki í öðrum flokkum að einhverjir einn eldri maður stjórni þeim flokkum. Þetta lýðræðisafl. Framsóknarflokkurinn 12.000 manna hópur. Þú sagðir á öðrum vettvangi að þú hefðir verið ræður af þessu fólki. Mér langar að enda viðtalið að spyrja út í það. Já, mér finnst það dapurlegt að hafa setið undir slíku. Mér finnst það. Ég hef starfað að heilindum og heiðarleika. Og mér finnst erfitt að setja undir þegar rangindi, þegar svart hvítt og hvítt svart. Ég held ég hafi vísað til Obama hjónanna og Michelle Obama sem talaði einhvern veginn að þá vegu að þegar fólk leggst í lágkúru að þá lyftum við okkur upp. Þér finnst þetta hafi verið lágkúra? When they get low, we get high. Þetta hefur verið lágkúra? Mér hefur fundist þetta að vera dapurlegt, ósanngjarnt. Ég hef ekki viljað svara þessu og ég mun ekki svara þessu. Einfallega vegna þess að þetta ekki svara vert. Svart ekki hvítt og hvítt ekki svart. Sigurður Ingi, þakka þér fyrir að koma hérna. Við ætlum að tala um atburðina í Katalóníu. Við ætlum að fara út í heim, stór atburðir þar, Katalónía, Kristinn R. Ólafsson. Þessi atkvæðagreiðsla að fara fram með einhverjum hætti. Já, bon dia, ég ætla að byrja á því að tala katalónsku við þig og segja góðan dag. Þó að sé nú kannski ekki líka góður í Katalóníu í dag. Þessi atkvæðagreiðsla, eða ekki atkvæðagreiðsla, í gangi virðist vera. Maður sér myndir frá Katalóníu, langar biðraðir við kjörstaði, en hins vegar líka lögregla grá fyrir járnum að jafnvel að brjótast inn í skóla til þess að hirða kjörkassa og kjörseðla og þar fram til götunum. Þannig að þessu leitinu getum við sagt að aðskilnaðarsinnar hafi unnið áróðursstríðið. Já, þetta ekki of heftuðu viðbrögð hjá stjórninni í Madrid? Að þeir eru að spila svolítið upp í hendunar á sjálfstæðisinu? Það má svo sem segja það, hins vegar má segja, kemur á móti og þeirra rök bæði ríkisstjórnarinn og dómsvaldsins, það má ekki gleyma því að það dómsvaldi sem sendir lögregluna, það ekki ríkisstjórnin. Þetta er lögleysa, þetta lögbrot, þetta stjórnarskrárbrot að halda þessar kosningar. Auðvitað væri best að geta leyft Katalónum að greiða atkvæði þetta, en þá það líka að gerast á lögmætan og ég myndi segja gildan hátt, því að það efnt til þessara kosninga með ólögmætum hætti, það að segja, samkvæmt stjórnarskráin, ef stjórnarskráin túlkuð spænska, fyrsta grein hennar segir að fullveldið hvíli hjá þjóðinni og þjóðin skilgreind sem allir Spánverjar, síðan bjuggu feður stjórnarskrárinnar 78 til það sem þeir kölluðu í fleirtölu þjóðerni. Og Katalónar eru eitt af þessum þjóðernum sem setja saman eða mynda spænsku þjóðarheildina. Það efnt til þessarar atkvæðagreiðslu, það sem sagt katalónska þingið sem samþykkir núna í september lög
atkvæðagreiðslu, lög sem meiri hlutinn, aðskilnaðar sinnar, setja saman að næturlagi líku við, án þess að minni hlutinn komi neitt nálagt því. Það voru auðsæti meirihlutans. Já, og það er svolítið merkilegt og athyglisvert að þessi meirihluti hefur ekki meirihluta atkvæða á bakvið sig. Samkvæmt síðustu kosningum 2015, það voru eitthvað rúmlega 4 milljónir á kjörskrá, greiddu atkvæði. Þeir fá tæpar 2 milljónir, 47,7%. En hinn blokkin fær fleiri atkvæði, hins vegar skiptast sætin þannig að það myndast þarna, þeir fá fleiri atkvæði. Í þinginu. En er meirihluti innan Katalóníu fyrir þessu sjálfstæði? Ef við lítum á síðustu kosningar, þá er það nú, þetta stendur mjög í jafnum. Og þessi kosning, þótt þetta færi fram, skulum við segja, á friðsaman hátt án þess að væri neitt gripið inn í, þá eru þessar kosningar á minnsan ekki heldur lýðræðislegar vegna þess að það vantar alveg inn í allt þetta dæmi þá sem eru á móti. Málflytjungur þeirra heyrist ekki? Henn heyrist ekki, annarkvort vegna þess að þeim ekki gefið tækifæri til þess, þeir vilja það ekki, geta það ekki, þora það ekki. Eitthvað sagði að þeir eru bara heima á sjónvarpið. Já, þeir líta á þetta sem ólögmæta atkvæðagreiðslu og hvers vegna á maður að vera að taka þátt í ólögmætri atkvæðagreiðslu. Þannig að hvað sem kemur upp úr þessum kössum, ef það tekst að gera þetta, spænska ríkisstjórnin segir að það sé búið að koma í veg fyrir það, þá er þetta í raun ekki marktækt sem lýðræðisleg atkvæði. En hægt möguleiki því að Katalónía, að það fari þannig, það verði talið upp einhver atkvæði og Katalónía lýsi við sjálfstæði á morgun? Það gæti alveg, það er mjög mikil möguleiki á því, vegna þess að þeir hafa ekki viljað gefa upp, stjórnin hefur ekki viljað gefa upp, hvað er lágmarks kjörsókn? Til þess að þetta sé marktækt. Þannig að þó að kjörsóknin sé bara 30% eða 40% það er einn nefnt, þetta er stór sigur ef 1 milljón nær að kjósa. Og það er allar líkur á því að þeir lýsi yfir sjálfstæði, en svo er spurning hvað gerist síðan. Ég meina, það er alltaf að fara út á svalir og segja við erum sjálfstæði, en það verður að gera það. Hvað gerist þá? Já, það er spurningin, það er að segja, þeir gætu gripið til þess lagadómstóllinn, eða dómstólar, gætu gripið til þess að virkja 150. grein stjórnarskrárinnar sem leyfir ríkisstjórninni að grípa í taumana og taka völdin tímabundið af. En verður það ekki vatn á milli sjálfstæðissinna? Já, sjálfsögðu. Þetta er mjög erfitt og flókið mál. Ég held að eina leiðin sé að setjast niður og leyfa skynsemin að ráða. Að menn talið saman. Já. Evrópusambandi komið þarna inn og farið að miðla málum við það? Man veit ekki, það getur vel verið. Evrópusambandi virðist lýsa yfir stuðningi við stjórnvöld. Þetta er Evrópusambandsríki, lýðræðisríki. En þetta er samt, hvað ég segja, dagurinn í dag er áróður sigur fyrir aðskilnaða sinna. Kristinn Ólafsson, takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta er búið okkur í dag. Takk hérlega fyrir að horfa.